Drottinn Jesús Kristur frelsari minn, ég þakka þér að þú hefur með blóði eilífs sáttmála friðþægt mig við Guð. Þannig opinberast kraftur þinn til hjálpræði sérhverjum sem trúir. Ég bið þig að blessa þessa Guðs þjónustu með því að einhver sannfærist það að þú ert vegurinn, sannleikurinn og lífið og enginn kemur til föðurins nema fyrir þig. Bænheyrðu mig, Drottinn minn, þess bið ég þig. Amen. Við skulum heyra 3 vers á Markúsar Guðspjalli 1. kafla. Og árla löngu fyrir dögun fór hann á fætur og gekk út og fór á óbyggðan stað og baðst þar fyrir. Og Símon og þeir sem með honum voru veittu honum eftirför og þeir fundu hann og segja við hann: allir eru að leita þér, allir eru að leita þér. Við lesum einnig í Matthíusar Guðspjalli 7. kafla. Jesús sagði: leitið og þér munuð finna. Leitið og þér munuð finna. Amen. Báðar þessar ritningar greinir verða til á þeim tíma þegar Jesús rúmlega byrjaður að starfa. Óhætt að segja að aldrei hefur okkar fátæki jarðheimur lifað aðra eins daga og þegar Jesús gekk fram og orðin hljómuð á vörum hans. Tíminn fullnaður og Guðs ríki nálagt. Gjörið iðrun og trúið fagnaðar boðskapnum. Andrúmsloft vera fullt af eftirvæntingu og heitum spurningum sem gagn tóku alla. Það voru spurningar sem hrærðu við málum sem hjartanu var auðveldar að finna og skynja en að skýra. Það var alveg eins og lífið væri að ljóma upp á vandlugu vori eftir 1000 alda myrkur og kulda. Frelsari heimsins var kominn fram á meðal mannana, nafnið Jesús hljómað á vörum allra. Þetta einkenndi samtöl manna, hvað sem 2 hittust á vegi var talað Jesúm frá Nasaret. Og þegar talað hann, kemur hræring, líf og vakning í allt. Fiskimennir fram með sjávarsíðinu og fram með Galileuvatninu töluð hann. Fjárhirðarnir upp í fjöllunum gátu ekki orða bundist. Hann var umtalsefni hinna skriftlærðu og lögfróðu, allir töluðu þeir hann. Allir voru snortnir einhvers konar eftirvænting og spennu sem þeir hafði aldrei áður þekkt og þeir hvísluðu sín á milli: hver er Jesús? En hér fór eins og ævinlega, hér einlægu urðu fyrstir að finna rétta svarið. Guðspjallamaðurinn Jóhannes sýnir okkur ungan mann sem getur verið samnefnari fyrir marga á þessum tækifærisríku dögum. Þessi ungi maður gengur til vinar síns dag einn og hefur aðeins eitt að segja honum. Við höfum fundið þann sem Mósi hefur ritað í lögmálinu og spámennirnir, Jesúm Jósefsson frá Nasaret. Hann meinti blátt áfram það að hann hefði fundið frelsara sálar sinnar Jesúm Guðs son. Vinur hans trúði honum ekki og slær undir eins fram kaldri gagnrýni. Getur nokkuð gott verið frá Nasaret? Vinur hans skildi undir eins að það var ekki til neins að þrátt þetta, svo hann segir aðeins: kom þú og sjá. Hjálpræði í Kristi Jesú mál sem menn eiga ekki að þrátta Það of undursamlegt, heilagt og hátt til þess að hægt sé að þrátt slíkt eða útskýra það yfirleitt við nokkurn mann. Þeir sem hafa reynt það geta aðeins sagt eins og Filippus: kom þú og reyndu það sjálfur. Natanael gerði eins og vinur hans réði honum. Hann kom til Jesú og sjón varð sögu ríkari. Hann sannfærðist og hann frelsaðist. Hópur manna, eggjaður á óvinum Jesú, taka sig saman til að gera frelsaranum ein. Ætluðu að taka hann fastan og framselja hann. En þeir komust aldrei nema í ystu raðir mannfjöldan sem þrengdi sér að Kristi Jesú þann daginn. Þeir hlustuðu litla stund, þá hættu þeir við áform sín, snéru aftur og hafðu aðeins eitt svar að gefa þeim þá sendu. Aldrei hefur nokkur maður talað þannig, sögðu þeir. Og hver sönn ekki þessi orð. Aldrei hefur nokkur maður talað eins til manns hjartans og Jesús Kristur.
sá veit að gerst reynt hefur. Þetta fundu allir, þess vegna var andrúmsloftið eins þrungið og það var. Þess vegna var þessi mikla eftirvæntingu búin að gagntaka alla. All fjölmennur hópur gangandi manna fyrir byggðir Sesaríu Fílipí. Jesús einn á meðal þeirra. Og nú snýr hann sér að lærisveinum sínum og spyr: hvern segja menn mannssonin vera? Þetta var spurning dagsins, þetta var það sem óróaði alla: hver Jesús? Lærisveinarnir komu óðara með nokkuð af svörunum sem þeir vissu að lágu á vörum manna. Þeir sögðu: sumir Jóhannes skírara, skal skjóta þig hér inn í. Þá var Heródes búinn að höggva Jóhannes. Aðrir sögðu Elía og aðrir Jeremía eða einn af spámönnunum. Gyðingar voru ekki menn sem flimtuðu með heilaga hluti. Þeir flimtuðu ekki með upprisu dauðra en þeir trúðu henni. En það persóna Jesú, orð hans, verk og líf allt saman var svo óvenjulegt og stórkastlegt í augum þeirra, þá brast þá alla við miðum. Þess vegna hvarflaði það jafnvel að þeim að hugsanlegt væri að einhver hinna allra mestu guðsmanna fyrri alda væri risin upp, til dæmis Elía eða jafnvel Jeremía. Og svona var það þegar Jesús kom inn í samkunduhús þeirra og lauk upp munni sínum þar og framkvæmdi kraftaverk með útréttri hendi sinni. Aldrei hafði annað eins heyrst eða sést þar. Ég sé fyrir mér margan guðhræddan öldunginn áratugum saman hafi verið búinn að vera fastur guðsþjónustu gestur í samkunduhúsinu. Ég sé hann fyrir mér hvernig hann hlustar, hvernig hann virðir Jesúm fyrir sér hátt og lágt. Hann alveg gagntekinn, hann veit ekki hvað hann á að hugsa. Þegar hinn guðlegu áhrif á orðum frelsarans streyma inn í sál hans. Það var einnig hér sem þeir áttu engan samanburð. Unnvörpum sögðu fyrir gagnteknir og sigraðir á valdi orða hans eins og þeir sögðu í samkunduhúsin í Nasaret. Allir lofuðu þeir hann og undruðust og yndislegu orð sem framgengu að minni hans. Og svo bættu þeir við eftir vill mannlegri athugasemd eins og þeir gerðu þar. Ekki þessi maður sonur Jósefs? Eða þeir sögðu: hann ekki smiðurinn sonur Marju og ekki systur hans og bræður hér hjá oss? Á þessa lífæð alls almennings í landinu voru lærisveinar Jesú búnir að leggja hönd sína og hlusta eftir hjartaslögum fólksins þegar þeir sögðu morguninn góða: allir að leita þér, allir að leita þér. Gagnvart þessari heitu eftirvæntingu og djúpu þörf allra manna stendur svo Jesús og segir: biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munið finna, kníið á og fyrir yður mun upplokið verða. Og hann bætir við: því að sérhver sá öðlast biður og sá finnur leitar, og fyrir þeim mun upplokið á knýr. Hér standa tvær staðreyndir hvor gagnvart annari. Annars vegar allir að leita þér. Það viðhorf fólksins, og hinum megin leitið og þér munuð finna. Það svar Jesú við mannsins hrópandi þrá, eins og hún kemur fram í orðum Guðsmannsins sagði forðum. Eins og hindin sem þráir vasslindir þráir sála mín þig og Guð. Guð hefði ekki lagt þessa brennandi heitu þrá niður í brjóst mannsins ef hann hefði ekki ætlað henn að finna svölun og fullnægju. Því að án þess hefði mannlegt líf orðið för án fyrirheits. En vegna þess að Kristur Jesús kominn sem dýpsta fullnæging sannleiksleitar mannsins, þá mannlegt líf för með dýrlugu fyrirheiti. Öldum áður en Jesús fæddist horfðu heilagir spámenn Guðs fram til þeirra daga Jesús myndi ganga þessa jörð. Í andanum heyrðu þeir hann segja þessu huggunaríku orð: leitið og þér munuð finna. Jesaja tekur þessa hugsun frelsaran upp eins og niður aldana beri honum orðin beint af vörum hans. Spámaðurinn segir og talar fyrir munn Krists: ég hef ekki talað í leyndum einhver staðar í landi myrkrana.
Ég hef eigi sagt, leitið mín út í bláinn. Ég, Drottinn, tala það sem réttur og kunngjöri sannmæli. Nei, það var ekki leit út í bláinn ef frelsarinn stóð mitt á meðal mannfjöldans og sagði, leitið og þér munu finna. Eða þegar hann sagði, komið til mín allir þér sem erfið og þungaður hlannir og ég mun veita yður hvíld. Jeremías spámaður gerði meira en heyra í andanum sorgar stunur hinna mörgu harmþrungnum mæðra í Betlehem, hverra börn voru tekin af lífi Jesús fæddist. Og spámaðurinn lýsir svo, Rakel grætur börnin sín og hún vill ekki huggast láta því að þau eru ekki framar lífs. Nei, spámaðurinn skynjaði meira. Einnig hann eins og Jesaja nam bergmálið orðum frelsarans og segir fyrir munn hans, þér munu leita mín og finna mig, þegar þið leitið mín af öllu hjarta vil ég láta þér finna mig, segir Drottinn. Þessi sannleikur áttur hljómgrunn í reynslu fólksins sem kom í snerting við Jesúm á hjarfistardögum hans. Fólkið, háir og lágir, leitaði og fann hann, alveg eins og fyrirheiti sagði fyrir Hversu oft kemur ekki þessi sterka játning eða hliðstæð fram í Biblíunni. Við höfum fundið Jesúm frá Nasaret. Komið sjáið mann sem sagði mér allt sem ég hef aðhafst. Ætli þessi maður sé ekki Kristur. Þar voru nokkrir Grikkir, þeir gengu þá til Filippusar og báðu hann og sagðu, Herra, oss langar til að sjá Jesúm. Gagnteknar sálir hrópuðu, Herra, ég vil fylgja þig hvers sem þú fer. Aðrir fjallu fram ásjónur sínar og spurðu, Meistari, hvað á ég að gera til þess að ég erfi eilíft líf? Gegnum háværa umferð borgarinnar skar kvala kæfið mannsrödd. Davíðs sonur, miskunna þú mér. Frelsarinn var á leið til Jerúsalem í síðasta sinn þegar honum bast þetta skerandi hróp. Sama Guðspjall segir frá því að þegar Jesús hóf þessa för, gekk hann svo hratt og undan lærisveini sínum að þeir voru forviða, þeir voru hræddir. Svo hann fór að segja þeim hvað væri framundan, hvað biði sín í Jerúsalem. Ógn komandi kvala fjall yfir sál hans með þessum áhrifum og þessum þunga, að hann réð ekki við það, að hann gekk svo hratt á móti kvölunum að samferðamennirnir þeir skjaldust. En þegar hann heyrir hið skerandi hróp líðandi manns í þessari sömu ferð á mörkum Jerikóborgar, þá nemur hann staðar samstundis. Ógn krossdauðans fær hann ekki til að nema staðar. Ofsókn óvina hans fær hann ekki til að nema staðar. Jafnvel lífláts hótun Heródesar konungs fær hann ekki til að nema staðar eitt augnablik, heldur lætur hann segja honum tilbaka, segið rétt þessum að ég haldi ferð minn áfram til Jerúsalem. En eitt neyðarhróp blinds manns fær frelsaran undir reins á hrað fleiri förans til krossins og kvalan á dauðans til þess að nema staðar. Og hann gerði meira en að nema staðar aðeins. Hann gerði nákvæmlega það sem hinn blindi maður hafi hrópað og biðið hann að gera fyrir sig. Hann opnaði augu hans, hann frelsaði sál hans. Fyrirheiti stóð ennþá stöðugt, leitið og þér munu finna. Svona var með alla sem leituðu Drottins einlægni. Þeir fundu hann. Hinn langi listi þessara háu og björtu játningar í Biblíunni við höfum fundið Jesúm óþægileg staðreynd fyrir vantrúna í hvaða kynslóð sem hún stingur upp kollinum. Því allir þessir mörgu menn fundu svarið við leit sinni Jesú Kristi. Brjóst þeirra lyftust af gleði og feginleik og játningin braust fram, við höfum fundið lífið í hans nafni. Ég hef oft mætt mönnum sagt hafa við mig, ég leitandi. Ég hef mætt sömum þeirra eftir 10 ár, sama játningin, ég leitandi. Það hefur borið við að ég hef hitt einstaka þeirra aftur eftir nokkur ár en nú var það á dánarbeðnum. Jú, þeir hefðu alltaf verið leitandi og enn voru þeir leitandi og þeir dóu leitandi eftir því sem að mér sýndist. Ég spyr sjálfan mig hvort
á ég heldur að trúa þessum vitnisburði eða vitnisburði drottins míns og frelsara sem segir: leitið að þér munu finna. Ég trúi Kristi, vinir mínir, því allt sem hann segir er sannleikur. Ég trúi þessum orðum vegna þess að hann sagði þau, en ég trúi þeim líka vegna þess að ég hefi reynt sannleika þeirra sjálfur, því að þegar ég leitaði hans af öllu hjarta, þá fann ég hann eins og hann hafi gefið loforðum. En hitt er jafn satt að eins og Jesús fékk ekki rúm í heiminum þegar hann fæddist, þannig hefur einlæg leit mannsins að Kristi aldrei heldur fengið rúm í þessum sama heimi. Þetta veldur því oft og tíðum að menn hafa blátt áfram ekki kjark til þess að sýna einlægni í sannleiksleit sinni, af ótta við það að það verði hlegið að þeim. Þá fer leitin út í það að verða yfirskin og orðaleikur sem og ekkert skylt við sannleikann, að þessu einlæglega leitandi menn. Einlæg sannleiksleit er fædd að ofan, því hún er þrá eftir Guði og fædd af heilugum anda. Einlæg leit er því trúnaður við Guð og samvisku mannsins. Þess vegna rekur slík leit sig óhjákvæmilega á það að það kostar eitthvað að leita Krists. En sá sem er reiðubúinn að greiða þann kostnað mun komast á raun að orð Jesú eru sönn og ábyggileg, sá sem leitar hann mun finna. Við megum vera viss það að það hefur kostað eitthvað fyrir vitringanna frá Austurlöndum að leita drottins síns og frelsara. Þeir hafa orðið umtalsefni meðal frænda og vina og fjölskyldna sinna. Þeir hafa áreiðanlega fundið það og mætt því sem Páll postuli segir að sé einkennandi fyrir alla þá sem vilja leita drottins og fylgja honum, að þeir verði mönnum að augnagamni. En vitringarnir voru reiðubúnir að leggja þetta í sölurnar til þess að finna sannleikann í eilífðarmálum. Þegar þeir koma til Jerúsalem og bera fram hérna djörfu yfirlýsingu, hvar er hinn nýfæddi gyðingakonungur, því að við höfum séð stjörnu hans austurs frá erum komnir til þess að veita honum lotning. Vinir mínir, það þurfti nokkuð til að bera þessa yfirlýsingu fram í borg Davís, þar sem stólar hinna skriftlærðu stóðu og skugginn af valdi Heródesar. Áhrifin urðu líka samkvæmt þýðingu og innihaldi spurningarinnar. Allur borgarlýður var felmd til sleginn, segir Biblían. Hvernig stóð á þessari skelfingu sem kom yfir alla Jerúsalem? Var hún ekki vegna þess hvað það var óttalegt að vakna allt í einu upp við þá geigvænlegu spurningu, hvort það gæti verið sagt að frelsari heimsins væri fæddur, án þess að þeir sem áttu að verða verðir Guðs í borg Davíðs hefði minnsta grun það, og það var þannig. En það verður ennþá skelfilegra fyrir nafnkristna menn að vakna upp við það einhvern tíma seinna, einhvern daginn, að endurkoma Krists hafi átt sér stað án þess að fjöldinn allur sem nefnist sig kristna hafi vitað nokkuð það fyrir það var skeð. Þá verður það ekki ein borg sem vaknar upp með felmdi miklu, heldur öll heimsbyggðin. En svefn þeirra Jerúsalem borg og andvaraleysi hindraði ekki vitringana. Þetta óskiljanlega andvaraleysi þeirra var miklu fremur brýning fyrir hennar einlægu leitendur til þess að halda leitin áfram. Þeir yfirgáfu því undir reinsina svefnugu borg og héldu för sinni áfram til litla þorsins Betlehem. Þar fundu þeir hann sem þeir höfðu verið að leita að. Einlægur leitandi finnur ávald Krist. Það hefur margur furðað sig á því hvers vegna Jesús sendi konur fyrstar allra út með boðskapinn upprissu frelsarans. Hvers vegna konur, spyrja menn. Svarið liggur opið fyrir. Það var vegna þess að konurnar urðu á undan öllum öðrum til að leita þínum krossfesta eftir dauða hans. Af því að þær hófu fyrstar leitina og voru einlægir í henni, urðu þær líka fyrstar til þess að finna Krist upprisinn. Og þær nutu hinnar óumræðulegu gleði og fagnaðar þeirra sem finna, meðan lærisveinarnir sem ætlaðir voru til þess að taka fyrstir á móti þessum sigrandi boðskap yfir dauðanum, sváfu á verðinum.
Ef þú, vinur minn, leggur allt í sölurnar fyrir það að finna Krist, alla í ofsókn, frændur og vini, þá mynd þú einnig fá að reyna að þú finnur hann á undan öðrum eins og var með konur þessar. Allir eru að leita þér, en aðeins þeir sem eru einlægir af hjarta finna þig. Þetta er satt. En hann var í Jerúsalem á páskunum, trúði margir á nafn hans, en Jesús fyrir sitt leyti gerði þá ekki að trúnaðarmönnum sínum því hann þekkti alla og þurfti þess ekki að nokkur vitnaði mannin því hann vissi hvað með manninum bjó. Það er eitt að látast vera leitandi og annað að vera það í sannleika. Í Lúkasar Guðspjalli 19. kafla mætum við manni sem er einlægur í sannleiks leit sinni. Einn dag gengur svo Jesús í gegnum borg hans. Þá var tækifæri fyrir Sakkus að sjá hann því hann hafi lengi langað til þess. Biblían segir að hann hafi leitast við að sjá Jesúm en ekki geta það fyrir mannfjöldanum því hann var lítill vexti. Það var hindrun sem margir hefði viljað nota sér til afsökunar og sagt, það er ómögulegt, ég geti þetta ekki. En Sakkus var ekki af þeirri manngerð. Hann var einlægur í leit sinni, hann sá ráð og sá sann leitandi maður, hann finnur alltaf ráð. Þessi maður hljóp fram fyrir mannfjöldan og klifraði upp í mórberjatré. Þegar hann er búinn að koma sér fyrir í trjákrónunni ber Jesúm þar að. Hann staðnæmist og lítur upp og augu hans var að leita að manninu sem þar duldist. Við skulum nema staðar hér aðeins lítið augnablik. Í annarri krónikubók 16. kafla lesum við: Augu drottins hvarfla yfir alla jörðina til þess að hann megi sýna sig mátkan, þeim til hjálpar sem eru heilshugar við hann. Nú stendur frelsarinn hér undir mórberjatrénu og er bókstaflega að gera þetta sem tilfærð ritning segir. Augu hans hvarfla trjákrónuna til að leita þeim sem er heilshugar í leitinni að honum og mun verða heilsugar líka í samfylgdin við Krist síðar meir. Myndin er hrífandi, myndin er ógleymanleg. Frelsarinn horfur gaumgæfilega upp í trjákrónuna og leið og hann kemur auga mannin segir hann, Sakkus, flýtir ofan, því að í dag ber mér að dvelja í húsi þínu. Sakkus flýtur sér ofan og tekur á móti honum glaður. Þegar Jesús síðar var komin inn til hans, segir hann, í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, því að mannssonurinn er kominn til að leita þínu týnda og frelsa það. Mannin sem lifir fyrir utan samfélagi við Guð vantar ekki fyrst og fremst kenningu eða fræðisetningar, hann vantar líf og þetta líf er Jesús Kristur. Því sagði Jesús sjálfur, því að eins og Faðirinn hefur líf í sjálfum sér, þannig hefur hann og einnig gefið syninum að hafa líf í sjálfum sér. Þess vegna segir Biblían, en þetta er ritað til þess að þér skuli trúa að Jesús sé Kristur, Guðs sonurinn, og til þess að þér með því að trúa öðlist lífið í hans nafni. Vinur minn, fyrirgefning syndanna er bundin við úthelt blóð Guðssonar. Þetta er eins bíblulega satt og það er ómóðins að tala það í okkar samtíð. Hjálpræðið er bundið við Jesúm einan. Hann einn er sjálft lífið og sjálfur vegurinn. Þetta segir Biblían svo berum orðum að ekki er hægt að villast á því. Hún segir, og ekki er hjálpræði í neginum öðrum því að eigir annan nafn undir himninum, er menn kunna nefna oss í ætlað fyrir hólpnum að verða. Frásaganum afturhvarf Sakkus er ein fegursta frásaga sem til það, þegar leitandi maður og frelsarinn mætast og finna hvor annan. Þetta gerist allt á nokkrum mínútum. Þegar Sakkus klifrar upp í mórberjatréð, eftir villindu skop og allhægi margra, er hann ófrelsaður maður með allar sínar syndir ófyrirgefnar. En þegar hann kemur niður úr trénu aftur er hjarta hans búið að taka á móti orði hjálpræðisins. Þetta er ekkert að villast, því að frelsarinn sjálfur lýsir því yfir með þessum orðum. Í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu,
og hann bætir við, því að mannssonurinn er kominn til að leita sínu týnda og frelsa það. Þú sem hlustar við þessa guðsþjónustu getur hafa verið ófrelsar við byrjun hennar, en áður en henni lýkur getur þú verið búin að höndla hjálpræðið. Það gerist einfaldlega þannig að þú tilengar þér fyrirgefningu synda þinna vegna dauða Krists og með því að trúa þessu öðlast þú lífið, sjálft lífið eilífa í hans nafni. Amen.